Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Já, við erum ennþá í Grindavík. Við hreinlega komumst ekki annað, eða þannig. Og núna erum við í björgunarstöðinni hjá björgunarsveitinni Þorbirni sem á 90 ári í fyrra Bogi Adolfsson formaður. Þetta nú aldeilis verkefni sem þið fengu núna. Já. Var þetta á óskalistanum? Nei, ekki beint. Ekki beint. Það nú alltaf gaman að sjá eldgos og umbrot og svona, en mætti vera svona kannski bara búið, minna magni. En þetta var búin að vera svolítið mikill undanfari. Allir þessi jarðskjálftar. Voruð þið búin að vera á vaktinni mikið á þeim tím? Og náttúrulega byrjaði fyrir rúmi ári síðan náttúrulega. Ég náttúrulega byrjaði með þessu landrisi og við erum búin að vera náttúrulega í skipulagsvinnu með almannavörnum og öðrum, lögreglunni og öðrum viðbragðsölum í rúmlega, ég held að vera komið 14 mánuði, 15 mánuði. Þetta var náttúrulega alveg í myndinni gosið, en hvar það kæmi var náttúrulega líka svo alltaf spurningin, eða hvort þetta er bara stór jarðskjálfti búið, eða maður vissi aldrei náttúrulega almennilega hvernig leikmyndin myndi fara. Og ég upplifði einhvern veginn með því að tala við þig og ykkar fólk að þetta kom ykkur óvart í rauninni þegar svo gosið kom. Þið áttu einhvern veginn að vona meiri undanfara eða látum, hvað getur þú sagt? Ég var kannski bjóst við meiri látum, en ég var nú búinn að sagði því í djóki við liðið hjá mér, ég held að það hefði verið sama kvöld að nú væri komið 100 metrar í skjálftana, þetta myndi vera fljótlega og það stóð svona nokkurn veginn. Já. Náttúrulega sumir eitthvað voru náttúrulega bara að tala um það að það voru svo miklu jarðskjálftar að húsin voru alltaf því að flegi ferð bara heilu kvöldin. Já, menn töluðum að væri komið hérna, ef við byggum á 22, þá var það komið 22,5. Og færast. Það var að færast fasteignarsnúmer. Götunúmer. Hversu vel undirbúin er sveitin fyrir svona risaverkefni sem að kemur, opnast á föstudagskvöldi? Ég tel okkur nefnilega hafa verið nefnilega svolítið vel undirbúin fyrir þetta. Við vorum náttúrulega búin að hamstra okkur vissum græjum og búnaði til þess að sinna svona verkefnum bæði í þessu skipulagi með gasmælum og grímum og svona og tækjakostur verið uppfærður svona í rólegheitum að þetta verið í gangi og svona bara almennt skipulag og endurskipulag. Þetta er bara búið að vera svona ringur bara í síðustu mánuði. Ertu með einhverja tölu hvað þið eru búin að vera mörg og og hvað lengi? Svona sveiti hér er náttúrulega búin að vera með 36 manns í þessu verkefni og er búin að vera náttúrulega bara frá degi 1 á föstudaginn er þetta orðið 3 vikur og náttúrulega það er svo sem ekki búið að vera að kannski alla daga en flesta daga langt fram til kvöld og annað og náttúrulega misjafnt álag á björgunarsveitarmönnum og aðrir þurfa að vinna og aðrir koma að sjá því og þeir sem koma að sjá því það er náttúrulega fyrir meira á þá og svona bara reynt að passa hvort annað, við séum ekki að fara eitthvað yfir í vinnuálagi. Þið hefur fengið fleiri til liðsaukur? Já, nú er þetta náttúrulega bara orðið landsátak, þar sem að, eins og þeir kalla þetta stóra sleggjan er bara dregin upp og hérna við erum að fá björgunarsveitir af öllu landinu hér til að hjálpa okkur og þeir sem eru í kringum þetta og hérna bæði aðgerðarstjórnendur og björgunarsveitir bara má nefna alveg frá Ísafirði og Vopnafirði og öllu landinu og búið að vera bara frábært að fá að hitta sína félaga og vinna með þeim í stóru verkefni. Þetta er búið að ganga alveg rosalega vel með öllum viðbragðsstöðlum og það hefur bara verið, bara gengið rosalega vel, allt bara skipulag og vinna bara. Það hefur ekki verið neitt, það hefur ekki verið alvarleg óhöpp, getur við sagt. Einhver óhöpp en svona miðað við kannski hvað er búið að vera að ganga á? Hvernig myndur þú segja það? Við höfum sloppið rosalega vel með það. Þetta er búið að vera svona minniháttar, ökklar og svona, og svo náttúrulega einhverjir svona, ónæmis eða astma og svona ýmislegt, skilur, bara allur gangur á því, sko. En já, við erum búin að vera tiltölulega heppið með það, það hefur ekki orðið neitt alvarlegt slys eða það. En þetta er í rauninni allt annað gos heldur en hérna á föstudagskvöldi upphaflega fyrir tæpum 3 vikum síðan? Já, þetta byrjaði náttúrulega sem bara svo kallað, ég mann árið eftir að kalla það náttúrulega rævillinn. Og ég held að hérna, þau hafa tekið þetta til sín
og ætlaði að sýna okkur það að þetta væri náttúrulega ekkert ræfill og það náttúrulega nú eru komin þrjár gosstöðvar í raun og veru á sömu sprungunni og og búið að dreifa sér svolítið sem náttúrulega sýnir af hverju við erum að vakta þetta svæði og fylgjast með fólki út af einmitt þessum óútreiknileika. Og þið voruð með nýjar áætlanir núna sem þið voruð að gera þannig lagað? Og hvað, fóruð þær bara út um gluggann eða? Sko við heldum að þetta væri náttúrulega bara dett í svona hálfgerða sjálfvirkni, þetta væri bílastæði verið komin, þetta væri bara fínt, þetta væri alltaf skeið sko, en svo bara kemur náttúrulega ein stöðin og svo kemur hinn en sprungan þarna á milli var svo sem eiginlega bara fínt að fá því að þá ekkert verið að labba á milli og þetta svona eiginlega svolítið blokka fólk af sko. Þannig að það eiginlega var bara fínt sko. Allt saman samt í svona, hvað við segja, gengið ótrúlega vel á miði við aðsóknina hvað margir sótt gosstöðvarnar heim, er það ekki? Ég meina, þúsundir bíla hérna og gegn þessa daga, er þetta ekki? Ég held að það hefði ekkert verið hægt að ráða neitt betur við þetta heldur en var gert og við hefðum aldrei komið öllum þessum bílum fyrir neinstaðar og þetta var allt orðið stappað og þetta en svo var náttúrulega bara reynt að snúa fólki við og svona og bregðast við því og svo fólk færi nú ekki að hanga í bílum lengi og annað en það náttúrulega tekur bara sinn tíma þannig að kannski upplýði fólk sig svolítið fast upplýsingalaust en það bara tekur sinn tíma að vinda af svona hlutum og en ég held að það hafi tekist bara mjög vel miðað við aðstæður. Það er náttúrulega erfitt að komast líka á viðbragðstækjum og öðru þegar það er orðið svona. Það er fáránlegt að mér að spyrja þín núna hvernig heldur það framhaldi verði, er það ekki? Þú getur ekkert svarað því? Nei, þetta er bara góð spurning. Þetta verður bara tíminn að leysa í ljós sko. Hver dagur er bara nýr dagur. En hvað, talandi ykkur hérna, þetta er áhugamannasveit að mestu leyti, ekki? Já, mestu þetta er náttúrulega, öll samtökin eru náttúrulega bara sjálfboðaliðar og eru sem sagt, undir lögreglunni ábyrgðarsviðið og við náttúrulega bara vinnum með þeim og þeir eru ákvörðunarvaldið og við bara aðstoðum við skipulag og vinnu og eftir bestu megni og svo bara þróast þetta með hverjum degi, hvað þarf mikið og hvað þarf meira eða minna á fólki og hann og það er bara svona svolítið lifandi skjal sko. Hvernig sérðu skipulagi fyrir og svona mönnun á þessu ef þetta heldur áfram í lengri tíma? Ég veit ekki hvort ég að segja vikur eða mánuð eða lengur. Eru menn eitthvað að fara að rýna í það? Það er náttúrulega eitthvað að byrja að horfa í það en ég held að sé svolítið snemma til þess að þau eru búin að setja eitthvað fast mér á blað sko því að við vitum náttúrulega ekki hvað þetta gerir. Kannski er þetta bara stopp svona eða þá kemur eitthvað meira, maður veit aldrei. Þetta er að mörgu leyti gott, þetta er rosalega auglýsing fyrir Reykjanesið og hvað sem verður gosið, þá er alveg ljóst að þetta mun hjálpa eitthvað til í ýmsum málum. Já, þetta verður náttúrulega svona, hvað maður að segja, svona ferðamannaperla að lokum, sko. Já, hvað sem að slöknar á þessu hvenær sem það gerist. Já, það er bara þannig og en svo náttúrulega ég held að allir Íslendingar séu búin að sjá þetta. Það hlýtur bara að vera. Það er náttúrulega búin að vera vefmyndavélar á þessu líka og þannig að þetta er gríðarlega mikið fjallað þetta. Já, svo þessi vefmyndavélar sem eru búin að vera frá svo MBL og RÚ sem eru búin að vera alveg við gosstöðvarnar, það er náttúrulega líka búin að hjálpa okkur rosalega mikið, sjónarhorn sem við annars hefðum ekki. Þannig að það er líka bara gott samstarf milli fjölmiðlafólks og viðbragðsaðila sem bara sýnvirka líka. Sko. Bogi, varðandi athygli á þessu stóra dæmi við á Víkurhöftum, við settum upp myndavél 2 vikum áður en gosið hófst á skrifstofun okkar og þar sem við vorum með svona gossvæðið í mynd sem við töldum að gæti verið. Það var búið að vera að ræða það og það var gert grín að þessu jafnvel. En áhugin var samt gríðarlega mikill. Já. Þannig að við vorum, ég var búinn að pæla í ég veit ekki hvernig okkur datt þetta í hug sko, en enga síður þá var þetta smá einhvers konar fyrir boðið, það er eitthvað að fara að gerast og það hlutinni fóru svolítið í gang en auðvitað voru þarna að eiga sér stað jarðskjálftar og annað, ítti á okkur að gera það, við höfðum aðstöðu til þess. En það var strax gríðarlegur áhugi á þessu. Já, það er áhugi á þessu, það er annarkvæmt hræði fólk, eða fólk spennt fyrir jarðskjálftum og annað og
og gosið líka og þetta og ég var svo sem kannski ekki langt frá því að beina myndavélina þarna sko. Svolítið smá vegalend en alveg rétt átt held ég. Já, akkurat. En gosið náttúrulega, það getur farið, þú veist, í áttina keili og það ýmislegt í vísindamenn eru runni, hvað ég að segja, með þó nokkuð margt opið í þeim efnum. Já, það náttúrulega eins og síðustu kvöld hafa kannski sýnt, það svolítið opið þetta líka, veistu að í raun og veru eins og maður segir, viðbragðsáætlunin svolítið lifandi skjal og þetta það líka, þetta náttúrulega bara svolítið lifandi hlutur og ekkert alveg víst hvað þetta gerir. En hvernig með fjölskyldur björgunarsveitafólks? Það þetta búin að vera eitthvað heima? Réttilega að sofa? Svona, mikið sko, maður náttúrulega náðum nokkru dögum heima en svo náttúrulega og hugurinn alltaf hér í kringum þetta? Kringum þetta, þannig að maður svona heima, fjarverandi heima en samt búinn að reyna að láta sjá sig sem maður getur og ég veit allar að börnin mín sakna pínu jarðskjálftana því að ég var meira heima þá þannig að þeir svona tengja þetta einhvern veginn saman þannig sko. Já, þau vilja fá jarðskjálftana aftur? Já, svona, þá kemur pabbi heim sko. En annars reynir maður svona náttúrulega að kíkja reglulega heim og svona annars færir maður náttúrulega bara yfir. Þórkatla, þetta eru konurnar á bakvið ekki bara mennina, heldur björgunarsveitafólki. Og það hellingsjobb sem hér fer fram? Já, það hellingsjobb sem búið að fara hérna fram síðastlega þrjár vikur. Já. Við erum búin að fæða fullt af svöngum björgunarsveitamönnum og lögreglum og já, bara allir fullt af fólki. Já. Og hvað þetta á hverjum degi? Já, þetta búið að vera á hverjum degi, bara á alla nóttina, já, allan sólarhringinn í rauninni. Þannig að, hvernig náið þið að skipuleggja það? Eru þið með mannskap í þetta? Við erum með setjum þetta niður 3 vaktir og stjórnin setur sér svolítið niður og við erum alveg að fá fullt af konum með okkur. Já. Og nægur matur til? Nægur matur til. Það? Já, alveg hellingur. Fullt af fyrirtækjum bæði að gefa og einstaklingar að baka og það yndislegt. Það alveg bara rosa gaman að sjá hvað margir að taka þátt. Já. Mjög mikill stuðningur við bakið á okkur búið að vera nú undanfarið. Og bara vil ég nýta tækifæri og þakka fyrir hann allan. Já, bara við þakkum yndislega fyrir. Kærlega fyrir það. Þetta ekki svolítið magnað það sem að gerast? Jú, þetta mjög flott og svoleiðis. Já. Og líka bara sjá samheldina hjá öllum. Eru þið fegnar að vera laus af jarðskjálftana? Já. Það svo margir Grindvíkingar sem tala það. Já, við erum mjög fegnar að vera laus af það. Það bara komið svo nætursvefn. Já. Svo eðlilegur svefn. Já, geta að fara að hengja upp myndirnar og svona aftur. Og hvað, eru þið að elda hérna eða þetta svona eitthvað hlaðborð eða eitthvað réttur dagsins og svona? Herðu, það yfirleitt alltaf, já, við erum búin að ákveða fyrirfram hvað semst í kvöldmat og hádegismat. En við erum ekki mikið að elda sjálfar, við höfum mest verið að fá semst elda til okkar og svo bara hýtum við það upp. En svo erum við alltaf með pulsur og samlokur og svoleiðis sem alltaf boðið alla daga og alls konar bakkelsi. Já. En þetta svolítið stemming eða ekki? Jú, það alltaf stemning hérna. Það mikið hlegið, mikið gaman. Það mikið gaman að koma til okkar sko. Þetta búið að vera svaka gaman. Já. Og við erum búin að fá að heyra það ansi oft og það sé mikil og góð stemning hérna. Já. Það bara góður andi. En nú nú ekki vita hvað þetta gos mun vara lengi, en ef að þetta mun verða kannski svolítið lengi, hvað verður Þórkötluna þá? Herðu, við erum svona bara eiginlega að taka einn dag í einu núna og svona eins og staðan núna þá ætlum við að vera hérna allavega fram yfir helgi. Svo spurning hvað gerist hérna upp frá, þannig að þetta verður eiginlega bara komið ljós. Svona, hvað gerist? Já. Búin að vera inn í tæpa 3 vikur, þannig að það búið að vera ansi mikið að gera hjá okkur. Já, alltaf nóg að gera. Það búið að renna hérna yfir 1000 pylsur gegn hjá okkur, þannig að björgunarsveitafólki að líka vel við pylsurnar. Já.
Já, og við erum ennþá í Grindavík og ætlum að fara aðeins inn í bæ og hitta þar unga stúlku, hana Unni Guðrúnu, og hún bara 19 ára gömul og ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðabók. Komið með okkur þangað. Unni Guðrún, ljóðabóka útgefandi og Grindavík, 19 ára gömul. Hvað fær unga stúlku til þess að fara að gefa út ljóðabók? Það mjög góð spurning, en ég var í FG og var þar í 11 leiklistarafangum. Fjölbrautaskólanum í Garðabæ? Já, Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Og einn af þeim var skapandi skrif og þar var Ingibjörg Kjartansdóttir að kenna mér og áttum að gera lokaverkefni og máttum velja ljóð eða örsögur eða bakþanga og ég ákvað þá að fara með bakþanga reyndar og skilaði þar inn svona heimagerði bók með bakþöngum og svona og síðan skilaði bókinni og ég fæ bara mjög góð einhver fyrir það og svona skil bakþanga rosa vel og einhvern veginn að skrifa og síðan hvíslar hann að mér, ég hlakka til að sjá bakþangana þín á afturstu blaðsíðu fréttablaðsins einn daginn og ég eitthvað svona, ok, kannski get ég eitthvað skrifað, skilju. Og síðan þetta sem sagt í 2019, síðan í byrjun 2020 gengi ég gegnum svona smá erfiða tíma og fyrir að skrifa og byrjaði þá bara að skrifa ljóð og gengur rosa vel og bara búin að fylla heila bók og ég bara eitthvað svona, já, ok, þetta mjög skemmtilegt og maður nær að koma ykkur út. Og síðan sumari kemur Ugla Helgadóttir, vinkona mín heim og mamma hefur alltaf verið mikið að lesa fyrir mig ljóð og bækur og svona og við erum sem sagt að skrifa ljóð eftir artista sem heilla okkur og lög og erum að setja á vegginn minn inni og síðan kemur mamma inn og les ljóð sem heitir Söngur drykkjumannsins eftir ömmu mína sem alveg heillaði mig på skónum og þá kom Ugla að mér og var eitthvað svona, já, Unnur, kannski ert þú bara næst að gera ljóðabók út af því að langafi minn og langamma mín gerði sem sagt ljóðabækur og ég eitthvað svona, já, ok, og við bara hlófum og ég pældi ekkert meira í því og síðan var bara ljóðabók að veruleika. Já, frábært. Já. En hvað getur þú sagt okkur svona bókina? Hvað getur maður, ég les ekki mikið af ljóðabókum, þannig að þú veist, ég spilir svolítið eins og óvanur maður þó maður grípa átt í ljóðabók. Já. En hvað hvað fjallar á bókin? Í stuttum orðum þetta bara svona 7 tímabil í lífinu mínu og bara skrifið frá dýpstu hjartarótum og hún mjög persónuleg og tilfinningamikil en og þú veist þess að hún byrjar alltaf, allir kaflar byrja á til þeirra sem og þegar bókin heitir til þeirra og því ég vil að fólk geti speglað sig í orðum bókarinnar þannig að þú veist þetta er mjög opin fyrir túlkun þannig að þegar þú lest hana þá getur þú speglað þína minningar eða þína tilfinningar í þessu en þetta er ekki bara ég að segja eitthvað sem þú veist þetta er bara þetta, skilur mig og já, hún er til styrktar HVF og Lauf og það kemur fram það er ljóð sem heitir Lauf meira þess að Og ég var búinn að hlera það að mamma hefði hjálpað við að prenta bókina, hún var að styrkja því og síðan ætla að láta allan ágáfa bókarinnar renna til Alnæmissamtakanna og Laufs félags flóaveikra. Já. Akkur ertu að velja þessi félag? Ég var 4 ára, þá greinist ég með góðkynja barnaflóaveiki en ekki lengur með það og bara yndislega félag og síðan var bróðir móður minnar, Ingi Gests. Hann greindist ungur með alnæmi og hefði orðið 53 ára í ár. Þannig að mér langaði að taka eitthvað svona persónulegt sem svona snerti mig og líka bara frábær félag sem fengi kannski ekki ómikla athygli, skilur mig. Þarf maður að vera með eitthvað svona, hvað var maður að segja, grunn, eitthvað þekkingagrunn til þess að gera ljóðabók? Nei, í raun ekki. Ég hafði náttúrulega mjög lítinn en það er auðvitað alltaf betra en ég held að sé bara ef þú hefur ástríðuna og vilt, þú veist, gera hvað sem það er, þá getur það alltaf, þú leggur alltaf á þig, sko. Og ég sé það því að þú talar tilfinningarnar þínar í þessari ljóðabók og veist, bara hér er eitt ljóð sem heitir Samviskubit og Viðreisnar von, þannig að þetta er svona útgöngutyr. Varstu einhvern tímann að leita þeim eða? Eða er þetta bara eitthvað
eitthvað sem þú farið í kollin þegar þú ert að semja? Sko, eins og þessi kafli, þetta til þeirra sem stjörnuheiminn sjá. Þú veist, það allir kaflanir eru svolítið svona yfir 2020 og á undan því. Og eins og þetta skrifaði ég á einhvern 3 mánuðum, þá voru bara svona ljóð að koma frá mér, skilur mig. Og það var svona hugarástandi sem ég var í þá, skilur mig, og svona tilfinningarnar. En já, þetta allt mjög persónulegt saman. Já. Og hér á blaðsíðu 19, þá kemur hérna kafli sem að byrja sem að til þeirra sem eru hinsegin. Já. Og þá birtast ljóðin hægra megin í bókinni. Og ég búin að vera vinstra megin í bókinni fram að því. Já. Það hreinlega vegna þess að ég sem sagt hinsegin kona og bókin hefst á röngunni til að svona mest til að sýna fram á það að hinseginleikinn ekki öðruvísi, eða skilur þá ekki að vera skömm bak við það. Og líka að þetta svolítið svona áður en ég kem út, sem kem ég út og þá líf mitt svona rétt. Þá ég komin á réttu blaðsíðuna, skilur mig. Þannig að já, mér langaði að vekja athygli á því að það oftast tekið sem svona að það sé öðruvísi, þannig að svona hælat á það. En mér langaði að hafa akkurat öfugt núna. Skrifar ástfangin í fyrsta sinn og ýmislegt. Já. En útgáfa bókarinnar og annað og þú varst í námi í Garðabæ, sem sagt, leiklistarbraut. Já. Hvað þetta allt partur af því prógrami? Hvað ertu að horfa eitthvað inn í framtíðina með þessa bók? Ertu að fara að nýta hana í einhverju? Já. Sko, mamma og pabbi styrktu mig fyrir útgáfu bókarinnar og ég sé fram á í þess að markmiðið að komast í Listaháskólann á Suðursundabrautina og ég sé fram á að nýta bókina í þeirri portfóljó og mun alveg örugglega nýta mér hana meira í framtíðinni við verk og allt og því ég mjög stolt af henni. Þú ert að reyna að komast inn í Listaháskólann og það mjög erfitt. Já, virkilega. Bara fáir sem komast inn að hverju ári? Já, það eru 10 á hverja braut. Já. Þannig að ertu að gera eitthvað fleiri verkefni til þess að setja inn í umsóknina þína og bókin eitt partur af því? Já, ég að skrifa handrit og úr því verður barnaleikrit sem kemur núna í sumar og ég leikstýri því og síðan ég bara með verk sem ég hef sett upp og ljósmyndir og svona eitthvað sem svona sýnir minn innri listamann eins og var beðið draumurinn að verða frægur leikari á Íslandi eða í útlöndum? Nei. Það ekki draumurinn? Nei, alls ekki. Það að leikstjóri. Leikstjóri? Mér langar að leikstjóri eða skáld eða rithöfundur. Mér finnst það allt mjög heillandi og svona að setja upp. Mér finnst mjög svona gaman að stjórna og setja upp og það svo gott að sjá, þegar þú setur upp verk og horfir á það, þá svona vá. Ég gerði þetta, ég gat gert þetta. Gaman að skapa? Já, ótrúlega gaman. Varstu búin að gerður það eitthvað í skólanum? Já. Eða að gera leikrit eða eitthvað svoleiðis? Já, ég var einu sinni í stjórn, ég var leikfélaginu í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og þar settum við upp barnaleikrit og upp söngleik, sem er Clueless og síðan árið eftir í fyrra þá var ég aðstoðarleikstjóri með Karl Ágúst. Karl Ágúst í leikara? Já, og ég lærði ótrúlega mikið á honum og mjög þakklátt fyrir það tækifæri. Já, trúa því. Já. Þannig að þar eru framtíðardraumarnir að verða leikstjóri. Algjörlega. Já, það ekki svolítið, ég meina, ekki alveg hægt að láta það rætast eða? Jú, vonandi. Maður leggur bara allt á sig og heldur bara áfram. Já. Þú ert með alveg svakalegt leiksvið hérna við Grindavík, það eldgos hérna, það Já. Hvernig eldgosi búið að koma við Grindvíkinga eins og þig? Alveg að fara taugum þegar jarðskjálftarnir voru allavega, en þetta bara fallegt. Ég hef ekki farið að skoða, ég hef ekki áhuga á því miður, en Fegin að jarðskjálftarnir eru stopp í bíli? Já, mjög, geta að sofa á nóttina og svona. Varstu að vakna? Já, alveg, ég var alltaf að vakna.
og líka mamma, hún svo hrædd við þetta. Þannig. Hvernig upplifir þú þetta, getur við sagt ástand, getur við sagt þetta eldgos svona í bæjarfélaginu þetta? Fólk bara rólegt yfir þessu og fegið að vera að jarðskjálftarnir séu stopp í bili? Já, allavega, við getum sagt í bili. Já, í bili allavega. Já, sko, þegar ég spurði fjölskylduna okkar áður að byrja að gjósa og það var mikið að skjálftum, þá var þetta alltaf svona, nei, það ekkert að koma gos, þetta bara búið eftir viku, skilur. Það allir mjög rólegir yfir þessu öllu saman. Alltaf nema, náttúrulega þegar stóru skjálftarnir komu og það allt, þetta var svona svolítið mikið alvörinni, þá var þetta alveg svolítið hræðilegt. En ekki trafík í bænum og svona? Jú, alveg óþolandi ef maður er komið heim kannski seint eða eitthvað. Það er svona kvöldmataleiti eða eitthvað og allir að fara upp í fjall og eitthvað. Það er ekki gaman. Nei. En það er gott fyrir búðirnar hérna og svona. Rekstraraðilega í bæjarfélaginu. Já, það er gott. Gaman að spjalla við og gangi þið vel. Takk fyrir og sömuleiðis. Leið við þökkum fyrir áhorfið. Viljum minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum með vikulegt fréttablað sem dreiftir ókeypis á netinu og víða á Suðurnesjum, meðal annars í verslunum Netto. Nú, við erum að skrifa fréttir alla daga á víkufréttavefinn vaff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Það er eitt stærsta mót ársins, The Masters, þessa helgina og við erum að sjálfsögðu með stöðugar fréttir frá því risamóti. En það er ekki annað eftir en að kveðja héðan frá Grindavík. Þar er aðal fjörið þessa dagana og við segjum bara takk fyrir okkur og verið sæl.